Nú ætla ég að sýna ykkur hvernig ná að búa til lista til að fela þegar búið að klippa. Nú erum við búin að klippa hérna og þetta svona ferlega ljótt og okkur langar ekki til að þetta sjáist endilega. Þetta má alls ekki klippa í burtu. Þetta verður að vera svona, en við ætlum að fela þetta. Og það sem við gerum að við byrjum á því að hekla upp og við tökum hérna heklunál og gadd og ég ætla að hafa mismunandi lit svo þið sjáu betur hvernig þetta kemur út. En auðvitað væri sami litur og auðvitað væri þessi og þessi sami litur og þessi sami litur. Við byrjum á því að taka upp hérna þegar við klipptum. Þá byrjum við að taka hérna upp ystu lykkjuna og við heklum í gegn. Skiljum eftir hérna smá spotta og við byrjum á því að taka upp þriðju hverju. 2, 3, sleppum einni, sleppum þessari, förum í næstu. 1, 2, 3, sleppum næstu og tökum þá upp þar næstu og alltaf 3 og 1 á milli. Það sem við gerum svo að við færum lykkjurnar yfir á prjón þegar búið að fylla svolítið vel á heklunálina. En ég skil alltaf eftir 5 lykkjur, 2, 4, 5, að því þegar maður fer inn í lykkjurnar þá losar svolítið hverja lykkju og þá getur orðið laust ef maður fer alveg hingað og heldur svo áfram að hekla. Þannig ég skil eftir 5 lykkjur. Nú erum við komin hérna út á enda og ég er búin að setja 3 á, 1 bil á milli, tek upp næstu og tek upp næstu. Nú erum við komin hérna alveg út á enda og þá færi ég bara lykkjurnar allar yfir. Og passa að strekkja svolítið vel á þessari síðustu. Svo snúum við verkefninu við og við ætlum að taka upp lykkju hérna í hliðinni. Við ætlum ekki að fara í þennan sem er hérna næst. Sjáu þið. Við ætlum ekki að fara í þennan. Heldur ætlum við að fara hérna í þessa og við ætlum að fara hérna á hliðinni. Sjáu þið, hérna er lykkja á hliðinni. Við ætlum að fara inn í hana einum ofar. Við erum að fara inn í hana á hlið. Svona. Og við færum hana hérna upp á. Síðan prjónum við. Og ég vil að bandið sé hérna megin við. Það sem við þurfum að passa núna að lykkjustaðan sé eins á þessum 2 lykkjum. Ég set hana hérna svona bara beint upp á, tökum hana hérna upp og ég set hana beint upp á og þá er þessi hérna lykkja, hún snýr öðruvísi. Þannig að þá þurfum við að snúa henni, setjum þessa upp á, færum bandið hérna fyrir aftan og prjónum slétt. Ég ætla að hafa perluprjón eins og ég hafði í listanum sem ég bjó til. Þannig að núna er ég með slétt brugðin slétt og svo held ég bara áfram. En það sem við þurfum að pæla í að heklunálinn skiptir ekki endilega öllu máli hvað stærð, svona 1 til 2 minni heldur en prjónastærðin, en sama prjónastærð og var notað í til að búa til listan. Nú er ég komin hérna út á enda og þessi á að vera slétt og ég ætla að sleppa því að prjóna þessa. Þegar við teljum umferðirnar í þessu, þá teljum við ekki fyrstu umferðina, hún er eins og uppfit.
Þannig að þetta er uppfitið, þetta er umferð númer 1. Nú erum við að fara að byrja á umferð númer 2. Og það sem gerist í því er alveg eins og hinum megin. Og þá tökum við upp hliðarlykkjuna, þessa. Svo að hér förum í hliðarlykkjuna og við setjum hana hérna upp á. Og það sem gerist núna er að því þetta snýr fram, þá vil ég að bandið sé fyrir aftan. Þannig ég tek þessa lykkju hérna og fer með bandið fyrir aftan. Set þessa á, hún þarf að snúa svona, af því að þessi snýr svona. Það sem ég ætla að gera núna er að ég ætla að prjóna spottan með, svo ég þurfi ekki að ganga frá honum seinna meir. Og ég sný honum hérna svolítið saman, svona. Og nú er ég að fara að prjóna slétt af því þessi er brugðin. Og þá prjóna ég hér slétt. Nú er þetta umferð númer 2. Nei, þetta er vitlaust hjá mér. Það er ágætt að þið sjáu það. Já, þessi á að vera slétt, þannig að þessi er brugðin. Mér er gott að vefja, þegar ég er að vefja bandinu svona saman, þá vefja ég stundum svona upp á puttan til þess að það sé renn ekki eins. Þá hef ég það fastar og ég bara prjóna hérna brugðið. Þessar tvær saman. Nú er eitthvað að láta leiðilega við mig. Svona. Og þá er þessi slétt, brugðin, slétt og svo klára ég út á enda. Nú er ég komin út á enda og ég geri eins og ég ætla að hafa bandið fyrir aftan. Af því þetta snýr fram, þá vil ég að það felist. Set lykkjuna, óprjóna það, sný við. Og núna ætlum við að taka næstu lykkju upp. Í þessari tókum við upp þessa hérna. Núna ætlum við að taka upp þessa hérna. Og hún á að vera slétt og þá fer ég bara með bandi hérna. Og prjóna slétt. Brugðin, slétt og út á enda. Nú er ég komin út á enda og þá ger ég slétt. Bandi fyrir framan af því þetta er angan. Set eina óprjónaða upp á. Og nú ætla ég að taka upp hliðarlykkjuna sem er næst við. Og hérna í þessari umferð var það þessi. Þannig að í þessari umferð er það þessi. Síðan sný ég bara við. Og sjáu þið nú er bandið hérna fyrir framan. Ég vil það ekki. Þannig að ég færi það fyrir aftan. Svona. Núna erum við að byrja á 4. umferð. Og ég þarf að snúa þessari lykkju hér, þannig að lykkjustaðan sé rétt. Og þessi á að vera brugðin. Auðvitað er hægt að prjóna hvernig sem maður vill. Það má, þú veist, prjóna þannig að þessi hérna sé bara slétt og brugðið aftan á. Eða garðaprjón, það er bara eftir hverjum finnst fallegt hverju sinni. Bara smekksatriði. Og ég prjóna þessa. Slétt, brugðin og klár út á enda. Komin hérna út á enda og við erum í 4. umferð. Ég gerir brugðið og svo ætlum ég bara að taka þessa hérna fram af því að núna ætlum við að festa listan við hér. Og við erum með 4 umferðir
erum að fara að byrja á 5. og hvernig við finnum það út, þá tökum við þetta svona og við getum farið með í gegnum sem sagt sléttu hérna lykkjurnar 1, 2, 3, 4. Þannig að við ætlum að byrja hér. Það eru 4 og ég tek hérna, sjáu ég hérna eru brugnar og ég merki, ég sé að það er þessi og þá merki ég hér. Nú sný ég við og ég sé að þetta er hérna. Það eru þessar hérna lykkjur sem við ætlum að taka upp. Og þetta eru svona eins og kúlur. Sjáu. Og það sem við ætlum að gera er að við ætlum að taka upp 3, tek þessa hérna bara, tökum upp 3, sleppum 1, tökum upp 3 og þið sjáu að þetta er bara í beinni röð. Sett merki meðan í, eða merki í krækjuna. Sleppi 1, tek upp 3, og þetta er bara bein röð. Og svo höldum við svona áfram út á enda. Nú er ég búin að merkja alla leið niður. Og það sem við gerum er bara að við gerum eins og við gerðum áðan. Að við tökum upp lykkjuna hérna í hliðinni. Sjáu hérna. Tökum upp þessa hérna sem er í krækjunni. Færum yfir. Bandi hérna. Færum það hérna fyrir aftan. Prjónum slétt. Tökum upp næstu hérna kúlu. Nú þarf ég að snúa þessu þannig að lykkjustaðan sé rétt. Af því þessi snýr svona þá þurfa það að vera eins. Annars var þetta allt í einhvern veginn snúið. Og nú ger ég brugðið og svo felli ég af. Tek upp næstu. Hún er slétt. Og felli af. Nú get ég tekið þessa krækju úr. Þá fer ég í næstu krækju og tek upp þessa kúlu hérna. Sjáðu sem er hér. Sett hana upp á, þarf að breyta lykkjustöðinni. Brugðin. Felli af. Tök upp næstu kúlu. Slétt. Felli af. Síðasta hérna, snúa lykkjustöðinni. Brugðin. Felli af. Og svo klárum við út að enda. Nú er ég komin hérna út að enda. Og hérna voru bara 2. Sný lykkjunni. Brugðin.
felli af, tek upp síðustu, set upp á slétt og felli af, svo slít ég bara bandið, tek krækjuna og þá lítur þetta svona út. Og þið sjáu að hérna höfum við farið í, en þegar þið eru búin að þvo þetta og laga, til og strekkja og allt það, þá sést þetta nánast ekki neitt. Og þá er komið svona listi hérna yfir sem felur sárið. Þið sjáuð, það er svolítið gísi hérna, en þegar þið eru búin að þvo og teygja og allt, þá sést þetta ekki og þá liggur þetta bara vel.